Þetta upphafsárið okkar í söngvakeppni sjónvarpsins, Æsihópurinn og lagið Gleðibankinn og þetta ár, 1986, þá var það Pálmi Gunnarsson, einn og sér, sem að vinnur í rauninni sem sagt, með þessu lagi. Við erum að tala hann var eini flytjandinn í keppninni og svo er það sem sagt, eftir á sem að þau bætast við, Eiki Hauks og Helga Möllers. Mjög skemmtilegt að fylgjast með þeim þarna úti. En Pálmi Gunnarsson er einmitt að syngja annan lag, núna laugardaginn kemur í söngvakeppni sjónvarpsins og ég er með lagahöfundinn á línu hjá mér, Þórir Úlfarsson. Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Þú ert nú sjálfur ekkit ókunnugur í rauninni keppninni og þegar maður hugsar þig þá í rauninni, þú ert svolítið mikið í því að útsetja tónleika og ert svona stjórnandi og svona maðurinn á bak við tjöldin. Já, það hefur oft verið það. Við kennum til það. En þú ert nú laga og textahöfundur en þú kannski verið meira í lögunum frekar en textunum? Já, svona hinga til. Einhver sérstök ástæði fyrir því að þú ákvaðst að taka textagerðina að þig líka núna? Já, þetta var bara þannig lag að ég ákvað að láta reyna á þetta núna og það gekk ágætlega. Já. En þú ert nú ekki ókunnugur söngvakeppninni. Þú hefur í rauninni tekið þátt áður og verið með lög í keppninni áður. Hvað það var á 1992 allavega? Já. Og svo held ég fyrir 2 árum. Já, 2013? Já. Og var eitthvað sérstök ástæði fyrir því að þú ákvaðst að senda lag inn í keppnina núna í ár? Nei, ég átti þetta lag til og það búið að vera í skúffu í dálítinn tíma og ákvað bara pröfa þetta. Já. Hvað myndi gerast? Ertu eitthvað júronörd eða? Nei, ekki beinlínis. Það bara alveg meðal nörd. Já. Áttu þér þá eitthvað uppáhalds lag úr söngvakeppni sjónvarpsins? Eða svona eftirminnilegasta lagið? Það eru mörg góð. Já. Sérstaklega frá því svona 80s. Gamla daga. Gamla daga. Fyrstu keppnina þá komur nokkuð góð lag. Já, það er nefnilega rétt. Ég myndi að spila fullt af þessum lögum akkurat hérna á vaktinu á síðasta laugardag og komur óvart hvað þau eru ótrúlega mörg. Á þessu tímabili í rauninni frá 86 til 89 sem voru alveg, maður áttur sig stundum ekki á því, já þetta lag var í söngvakeppninni. Já. Það hefur mörg lög lifa það af þó það hefur ekki unnið, sko. Já, en er eitthvað eitt sem við getum nefnt mér sem að væri svona þitt uppáhalds? Svona frá þessum tíma þá? Þá segi ég bara ég lifi í draumi. Já. Það er vel valið. En er eitthvað svona sérstakt erlent lag sem að þú er haldið upp á? Já, ekki Genti Di Mare. Það er vel valið. Það er flott lag. Erum við ekki að tala um lag sem hefur þá komið sem jólalag hjá okkur? Já, ég veit nú ekki með það samt. Nei, ok. Förum ekki til það, Sólma. En hvernig fórstu nú að því að fá Pálma til þess að taka þátt áttur? Hann í rauninni, hann tekur þátt 1986 og svo var ég svona að grugga í þessu og ég sá að hann tók þátt aftur 88 og svo með mannakornum árið 1989. Þannig í rauninni þá erum við að tala um að þarna eru 27-28 ár síðan hann tók þátt í undankeppnin allavega. Síðast. Var þetta ekkert mál? Nei, í rauninni ekki. Ég var nú alveg að spá í hvort ég ætti að þóra að spurja hann að þessu, sko. En ég ákvað svona bara, svona þarf að varlega í þetta. Já. Hann bara, já. Ekki málið? Ekki málið, sko. Kannski hefur verið komið löngu tíma að það að einhvern myndi bara heilega að spyrja hann að þessu? Já, ég veit ekki hvort einhver annar hefur gert það ekki með tíðina, en allavega hann var alveg til í þetta. Hann var búinn að syngja pröfusöngu á þetta áður og fílaði lagi, þannig að þetta var ekkert mál. En hvað getur þú sagt okkur um lagið og kannski sérstaklega textan? Ég samdi þetta lag 2010 í kjölfar veikinda hjá syni mínum. Já. Og ég þarf svo sem ekkert verið að fara nánar út í það, en textin tala bara sínu máli. En hverju eigum við von á laugardagina á sviðinu? Verður Pálmi einn á sviðinu eða verður eitthvað með honum? Nei, við ætlum að vera með honum svona, svo hann sé ekki bara alveg aðeins. Já, ok. Vera nú til hals og tröst. Sem að leiða neð. Ef þið komist nú í úrslitin, hvað ætlið þið þá að gera? Ætlið að koma laginu yfir á ensku? Ætlið að halda íslenskunni eða eitthvað annað tungumál? Ég hugsa nú að við myndum bara að syngja á íslensku þangað til að því kæmið, en ég menna, ég veit ekki. Ég hugsa að syngjum þetta bara á íslensku fyrir Íslendinga. Já. Hvar eru þið í röðinu á laugardaginn? Ég veit að það er búið að draga. Já, ég heldur séum í 5. lag. 5. lag, 5 og 6. Já. Það er þá 999.05.
Herðu, nú kemur... Það er kostninganúmeri, sko, þú verður að vera með þetta á hreinu. Já, ég er ekki bara pæl í því. Þú verður að vera með áróður. Já. Maður fyrir að kíkja það kannski bara á morgun. Já, líst vel að það. Þórir, gaman að heyra í þér. Við ætlum að fá að heyra lagið. Eins og ég segi á íslensku, þá heitir þetta Ég leiði þig heim og það er Pálmi Gunnarsson, engin annar sem að syngur. Takk. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel á laugardaginn. Já, takk fyrir. Allt er fína. Já, bless. Það gerðist allt svo hratt.